komið sæl. Gaman að því að mamma skulle hafa vitnað Erlengi White í áðan því að ég ætla að gera dálítið að því líka. En yfirskrift þess sem ég ætla að flytja fyrir ykkur í dag er Máttur viljans. Og mér langar að tala um það, Máttur viljans, því að Guð, hann er öðlingur og ég er svo þakklátur fyrir það. Að það er eiginleiki í fari Guðs sem ég kann að meta. Og hvers vegna segi ég það? Jú, vegna þess að Guð mun aldrei þvinga fram vilja okkar. Og það er ég þakklátur fyrir. Og eitt af mikilvægasta sem við finnum í Biblíunni er þessi ótrúlega gjöf sem Guð hefur lagt í hendur okkar þegar hann gaf okkur frjálsan vilja. Hann gaf okkur mátt viljans, hæfileika og möguleika til að ákveða fyrir okkur sjálf. En þessi gjöf, henni fylgir líka ábyrgð. Við höfum vald yfir okkar eigin vilja. En valdi fylgir líka ábyrgð og margir glíma við það. Þeir vilja valdið en ekki ábyrgðina. Þeir vilja hafa þetta frelsi sem Guð hefur gefið okkur til að velja og hafna. En þeir vilja ekki bera ábyrgð á vali sínu. Og margir glíma við áskoranir vegna þess að þeir hafa aldrei skilið viljan og mátt viljans og þar að leiðandi oft ómeðvitað eru þeir að beita viljanum á skaðlegan hátt án þess að átta sig á því að þeir hafa í raun val. Þeir hafa mátt viljans. Og mér langar að deila með þér einnig mjög merkilegri yfirlýsingu úr bókinni Object Lessons. Þetta er eitthvað sem vert er að íhuga. Og svo í framhaldi af því þá langar mig að benda á ritningarstaði sem styðja þessa yfirlýsingu. Þannig ég er ekki bara að vitna í tilvísanir frá Erlengi White. Ég skoða líka texta á Biblíunni sem að styðja við þetta. En þetta er að finna á blaðsíðu 333 í þessari bók. Og þar segir: þegar vilji mannsins vinnur með vilja Guðs verður hann almáttugur. Hvað sem á að gerast að hans boði má framkvæma í krafti hans. Öll boð hans komast til framkvæmda. Þetta er ótrúlega yfirlýsing. Hvernig getur hún sagt þetta? Og hvað hefur hún fyrir sér? Þannig að hún getur komið með slíka yfirlýsingu. Og hvað segir Biblían? Ég held að hún hafi haft í huga texta eins og þennan sem við finnum í Filippíbréfinu 2:12-13. Það sem segir: þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinnið nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég er fjarri. Því það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig að þegar við förum eftir því sem Guð býður okkur, þegar vilji okkar er í samræmi við vilja Guðs, þá getur ekkert stoppað okkur. Þá höfum við almættið með okkur. Sjáðu svo hvað segir hér í Councils on Health á blaðsíðu 113. Viljinn verður að stjórnast af yfirvegaðri skynsemi. Og aftur, hvers vegna segir hún þetta? Og á hverju byggir hún þessa yfirlýsingu? Takið eftir því sem segir hér í Jesaja 1. kafla, vers 18-20. Þar segir: komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Hér er Guð að segja: ræðum málið.
Hann vill að við skoðum hlutina og beitum skynsemi. Vilt þú ekki njóta landsins gæða, eins og segir hér? Og hann í raun ekki bara að tala þetta land, hann að tala fyrirheitna landið, hina nýju jörð. Vilt þú ekki njóta þess alls? Ræðum málið, skoðum þetta saman af skynsemi, beittu viljanum sem ég gaf þér til að gera það sem rétt er. Og svo skulum við skoða aðra tilvitnun í Ellen G. White. Það segir hér í bókinni Child Guidance á blaðsíðu 41. Þjálfa verður viljan til að hlýða fyrirmælum skynseminnar og samviskunar. Þetta kemur ekki að sjálfum sér. Við þurfum að þjálfa viljan eins og hvern annan vöðva líkamanns. Þetta sjáum við líka í Postulasögunni, 24. kafla, þar sem segir: Því tem ég mér og sjálfur að hafa jafnan hreinan samvisku fyrir Guði og mönnum. Og einnig í 1. Korinthubréfi 9:27. Ég leik líkama minn hart og gjöri hana þræli mínum, til þess að ég sem hefi predikað fyrir öðrum skuli ekki sjálfur vera gjörður rækur. Og þarna sjáum við að hann að gera þetta sjálfur, en að sjálfsögðu með hjálp Heilags Anda. Hann ekki bara passífur í þessu ferli, hann tekur virkan þátt, hann temur sjálfan sig, temur sig til hvers? Til að hafa hreina samvisku. Hann gerir líkama sinna þræli sínum, hann beitir mætti viljans til að hann í samvinnu við Heilagan Anda geti náð árangri. Og svo önnur tilvitnun núna í Testimonies to the Church 4. bindi blaðsíðu 215. Þar segir: Aga þig til að deyja sjálfum þér, til að beygja vilja þinn vilja Krists. Sjáu þið þetta? Þetta okkar verk, okkar hlutverk. Við þurfum að beygja okkar vilja undir vilja Krists. Þetta kemur einnig fram í Lúkas 9, 23-24, þar sem segir: Og hann sagði við alla: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér, því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Þannig Ellen G. White, hún bara að útskýra fyrir okkur það sem við getum fundið í Biblíunni, en hún orðar þetta oft og útskýrir svo vel. Þess vegna ég að vitna í hana. En til að þetta megi verða að veruleika, þá þurfum við að beita mætti viljans. Þetta gerist ekki að sjálfum sér, en Guð gefur okkur alla þau hjálp sem við þurfum. Og hér einn texti sem hefur svo mikið með andlega heilsu okkar að gera. Testimonies to the Church, 5. bindi, blaðsíðu 514. Þar segir þetta: Með því að staðfastlega halda viljanum að vilja Drottins verður sérhver tilhneiging hertekin vilja Jesú. Sjáðu hvernig hún leggur áherslu á að halda okkar vilja að vilja Drottins. Þetta sjáum við einnig í 1. Korinthubréfi 10. kafla, vers 3-5, þar sem segir: Þótt við lifum jarnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarneskan hátt, því að vopnin sem við berjumst með ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Þeir brjótu niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkinguna Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Þannig að við þurfum að beita viljanum til að brjóta niður vígi. Þetta raunveruleg barátta sem á sér stað í huga okkar. En við þurfum að gera okkur grein fyrir mætti viljans. Hvað Guð að biðja okkur að gera í trú með vilja okkar? Mætti viljans. Við skulum skoða hvað hann segir hér í Jósúa 24:15.
Þetta svo mögnuð yfirlýsing hjá Jósúa, texti sem við þekkjum svo vel. En hann segir, en líkið yður ekki að þjóna drottni, kjósið. Kjósið, hvernig gerum við það? Við beitum viljanum. Það með okkar vilja sem við kjósum. Við veljum eitt fram yfir annað. Kjósið þá í dag hverjum þeir viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim feðrið að þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta, hverra land þeir nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Takk eftir því vali sem Jósúa tók. Hann hefur beitt mætti viljans. Hann búinn að taka afstöðu. Hann gerir það sjálfur með hjálp heilags anda. En þetta hans ákvörðun, hans val og hans vilji. En það eitt atriði sem tengist alltaf þessu mætti viljans. Eitt atriði sem tengist því hverjum við þjónum. Og förum þá í Rómverjabréfið kafla 6 og vers 16 og takt eftir því að þetta tengist alltaf því hverjum einstaklingurinn þjónar. Rómverjabréfið 6:16. Vitið þér ekki að ef þér bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Takið eftir hver ákveður hverjum ég mun hlýða. Það ég. Ég að velja hverjum ég ætla að gefast í öllum aðstæðum lífsins. Sú ákvörðun að þjóna Guði trúar ákvörðun, að leggja til hliðar mínar eigin persónulegu langanir fyrir vilja hans, að gefast í trú eins og Jesú gerði í Getsemani garðinum, reyndar alla sína ævi. Gefðu þið Guði eins og Jesú gafst vilja Guðs. Segðu eins og hann, ekki minn vilji, heldur þinn. En ég með aðra spurningu. Hvaða dæmi að beita viljanum, mætti viljans, gaf Jesús okkur sjálfur? Förum í Jóhannesar Guðspjall 7. kafla, vers 36. Skoðum hvað segir þar. Þar segir, Jesús svaraði þeim, þetta verk Guðs að þið trúið á hann sem hann sendi. Og skoðum svo í framhaldinu annan texta sem í Jóhannesar Guðspjalli 8, vers 29. Og þetta mjög mikilvægur texti. Jesús okkar fullkomna fordæmi, lítum á það. Jesús segir, og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Og það ekki fallegt? Þegar við gerum þá hluti sem þóknast Guði, þá erum við ekki skilin eftir ein. Kærleikur hans, ekkert getur skilið okkur frá kærleika hans. En við getum vissulega aðskilið okkur sjálf frá vilja Guðs. Förum nú yfir í 4. kafla Hebreabréfsins og skoðum aftur fordæmi Krists. Og ég ætla að lesa vers 14-16. En þar segir, vér þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest eigi getið séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Vá, Jesús upplifði veikleika eins og við. Það ótrúlegt. Kristur upplifði sömu tilfinningar og þú og ég, á meðan okkar freistað og í erfiðleikum. Algjörlega ótrúlegt. Við erfiðustu aðstæður. Jesús, frelsari okkar, var freistað til að óhlýnast Guði eins og okkur. Freistað á allan hátt eins og vor.
en fyrir trú á orð föður síns valdi Kristur að hlýða vilja Guðs, ekki hans eigin. Við getum með trú á stóru og dýrmætu fyrirheitin í orði Guðs þjálfað vilja okkar til að velja staðfastlega vilja Guðs í stað okkar eigin og upplifa sigur yfir freistingum alveg eins og Kristur gerði. Þannig að með því að æfa, nema og iðka orð Guðs, gefast upp fyrir vilja hans í stað okkar eigin, getum við upplifa sigur yfir freistingum eins og Kristur gerði. Ein spurning hér: hvernig lýsti Jesús baráttunni sem við upplifum við að halda vilja okkar undirgefnum vilja Guðs? Sjáum hvað segir hér í Lúkas 9, vers 23-25. Jesús talar hér við fylgjendur sína og hann sagði við alla: hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn en týna eða fyrirgjöra sjálfum sér? Það að þjálfa viljan til að vera undirgefin Guði er erfiðasti hlutin. Ég tel að það sé mest krefjandi hluti kristinnar upplifunar vegna þess að það tekur daglega, eins og textin sagði, daglega og oft augnablik fyrir augnablik krossfestingu á persónulegum löngunum sem eru í andstöðu við vilja Guðs, á andlegum krossi sjálfsins. Afneitun, að taka upp krossin, andlegan kross sjálfsafneitunar, að afneita sjálfum sér. En ég trúi því að öllu hjarta að það sé algjörlega baráttunar virði. Hlustu á þessi orð innsæði sem finnst í Mount of Blessings á blaðsíðu 61. Þar segir: til þess að við getum náð þessari háu hugsjón verður að fórna því sem fær sálina til að hrasa. Það er fyrir viljan sem syndin heldur tökum á okkur. Uppgjöf viljans er táknum með því að rífa út augað eða skera af höndina. Oft sýnist okkur að það að gefa viljan til Guðs sé að samþykja að ganga í gegnum lífið lömuð eða örkumla. En það er betra. Það er betra fyrir okkur sjálf að vera limlestuð, særð, örkumla ef þú kemst með þessum hætti inn í eilífa lífið. Það sem þú lítur á sem hörmung, einmitt það eru dyrnar af því sem eru okkur til gagns. Og taktu eftir þessu. Það sem þú myndir líta á sem hörmung, einmitt það eru dyrnar af því sem eru okkur til gagns. Er það ekki einmitt svona oft þegar okkur er freistað? Það virðist á yfirborðinu eins og ef við erum Guði trú, þá séum við að fara á mis við eitthvað dýrmætt. Við teljum að við fáum ekki það sem við teljum að við þurfum á að halda til að lifa af. Eins og það blasir við okkur, þá lítur það út fyrir að þetta sé ekkert annað en hörmung og samt þegar við veljum að trúa í stað þess að gefast upp, að velja og hlýða Guði frekar en okkar eigin vilja. Það sem lítur út fyrir að sé ein hörmung, einmitt það eru dyrnar á okkar mesta ávinningi. Og ein spurning: til hvers getum við látið okkur hlakka til ef við temjum okkur að þann vana að velja vilja Guðs jafnvel í minnstu málum lífsins? Og svarið er að finna hér í nokkrum textum, eins og í 1. Korinthubréfinu 2:9. En það er eins og ritað er, þar sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Og svo sjáum við líka í Åpenbarunarbókinni 22:14. Þar gefur Drottinn okkur þessa fallegu mynd. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðgang að lífsins tré
og mega ganga hliðin inn í borgina. Og svo tók ég líka hér Sálm 16:11. Kunnan gerur þú mér veg lífsins, gleði gnótt fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Nú það texti í bókinni Vegur undir Krists sem ég langaði að deila með okkur. Þetta frekar langur texti, reyndar svo langur að ég þurfti að nota 3 glærur til að birta hann hér á skjánum. En það vel þess virði að lesa þetta. Þetta segir í raun allt. Þú finnur þennan texta að ég held á blaðsíðu 54 og 55. Ég var ekki með nýjustu útgáfuna af Vegur undir Krists, en ég held að sé þar. Þarna segir: Mörgum verður á að spyrja, hvernig á ég að fela mig Guði? Þú óskar að fela þig honum, en siðferðist þrek þitt á veikt, velkist í fjötrum efans og ert ofurselt syndarvenjum lífsþins. Loforð þín og áform eru áþekkust reipum úr sandi. Þú hefur ekki vald yfir hugsunum þínum, hvötum eða tilfinningum. Vitneskjan svikin loforð þín og óframkvæmt áform lamar traust þitt á eigin einlægni og leiðir til að ætla að Guð geti ekki veitt þér móttöku. En þú þarft ekki að örvænta. Þér verður að lærast að skilja hið sanna afl viljans, valdið til að velja hið góða eða illa. Taka ákvörðun, það okkar sem stjórnar manneðlinu. Allt veltur á að viljinn beinist í rétta átt. Guð hefur gefið mönnunum vald til að velja og hafna. Þeirra að neita þess. Þú getur ekki umbreytt hjartalagi þínu. Þú getur ekki af eigin ramleik neytt þig að Guði, en þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur beygt vilja þinn undir hann og þá mun hann koma því til leiðar hjá þér að þú viljir og vinnir í anda hans. Með þessu móti kemst allt eðli þitt undir stjórn anda Guðs. Ást þín mun beinast að honum og hugsanir þínar verða samkvæmt vilja hans. Þrá eftir hinu góða og helga réttmæt svo langt sem hún nær, en ef þar við látið sitja, hún einskis megnug. Margir munu glatast þótt voni og þrái að verða kristnir. Þeir komast ekki nógu langt til að fela vilja sinn Guði. Þeir kjósa ekki núna að verða kristnir. Ef þú beitir viljanum rétt, getur algjör breyting orðið á lífi þínu. Með því að fela Kristi vilja þinn, tengist þú valdinu sem öllum yfirvöldum og veldi æðra. Þú munt öðlast styrk af hæðum til að verða staðfastur og með því að gefa þig þannig algjörlega Guði á vald, mun þér auðnast að taka upp nýtt líf trúarinnar. Þetta var sem sagt úr Vegur undir Krists á blaðsíðu 54. Magnaður texti. Hversu mikilvægt það að við fræðum og þjálfum daglega vilja styrkin, valkraftin, mátt viljans til að hlýða Guði jafnvel í minnstu sem mestu prófraunum okkar. Eða eins og segir í Lúkas 16:10, sá sem trúr í því smæsta einnig trúr í miklu og sá sem ótrúr í því smæsta ótrúr í miklu. Svo finnum við þessa hvatningu í þrá aldanna, blaðsíðu 242-243. Þar segir: þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra, finnst okkur byrði lífsins létt. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálir sínar honum til varðveislu og lífsitt honum til ráðstöfunar, munu finna frið og ró. Hversu dýrmætt það? Það ekki það sem við öll þráum, frið og ró?
Og er það ekki það sem Jesús sagði í Matteus 11. kapla og versi 28-30, þar sem hann segir: komið til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og á hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Og ég er svo þakklátur fyrir það. Ég vona að þú munir daglega með styrkjandi náð Guðs í öllum aðstæðum sem þú finnur því í, æfa viljan, beita valdi þínu til að taka sömu ákvörðun og Jósúa tók í Jósúabók 24:15. Kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, og ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Sömu ákvarðanir. Ég vona að þú æfir því að taka sömu ákvarðanir í hvaða aðstæðum sem þú stendur frammi fyrir. Sama ákvörðun og Jesú tók, ekki minn heldur þinn vilji. En hvers vegna er þetta svona mikilvægt? Hvers vegna er það svona mikilvægt að fólk Guðs nái að tileinka sér allt þetta? Við höfum séð hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur. Þetta hefur með eilífa velferð okkar að gera. En þetta snýst meira, miklu meira en bara það. Þetta snýst það hvenar Kristur kemur aftur. Staðreyndin er svo að Kristur getur ekki komið aftur fyrir en að hópur fólks hefur náð að tileinka sér þennan boðskap. Og hvers vegna segi ég það? Sjáu hvað segir hér í Opinberunarbókinni 6:17. Það segir: því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist? Það er spurningin. Hver mun geta staðist? En hvers vegna kemur þessi spurning upp? Það er vegna þess að okkur er sagt í Opinberunarbókinni að það mun verða hópur sem fær staðist. Og þar sem það er skráð í orð Guðs, þá verður það að rætast. Spádómarnir verða að rætast. Sjáu hvað segir hér strax á eftir þessum texta. Fyrsta versið í kapla 7. Eftir þetta sá ég 4 engla, stóðu á 4 skautum jarðarinnar. Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skyldi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Englarnir standa og halda aftur af vindum jarðarinnar. Til hvers eru þeir að því? Hvers vegna leyfa þeir ekki vindunum að blása? Svarið við því er að finna í næstu versum. Þar segir: og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englanna 4, sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu, og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til við hefum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og ég heyrði tölu þeirra sem merktir voru innsigli, 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels sona voru merktar innsigli. Þetta er ástæðan fyrir því að þeir eru að halda aftur af vindum jarðarinnar. Þeir eru að bíða eftir að þessi hópur fólks, þessir 144.000 sem fá innsiglið, þeir eru ekki tilbúnir og því þurfa þeir að halda aftur af vindunum þangað til þeir eru tilbúnir. Og hvað er það sem gerir þetta fólk svona sérstakt? Við sjáum það ekki fyrir inn í kapla 14 í Opinberunarbókinni. Þá er aftur talað þennan hóp. Það segir í kapla 14: enn sá ég sýn, lampið stóð á Síónfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér. Svo sjáum við hvað það er sem gerir þennan hóp svona sérstakan. Það segir: þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum, því að þeir eru sem meyjar. Þeir fylgja lampinu hvers sem það fer. Þeir voru leystir úr hóp mannanna, frumgróði handa Guði og handa lampinu, og í munni þeirra var engin lygi að finna. Þeir voru lýtalausir. Og mér langar kannski að benda ykkur á að kona í spádómunum, það er kirkja, þannig að hann er að tala um það. En ég ætla ekki að fara út í það í dag. Og það þýðir
En tókuð eftir þessu, í munni þeirra var enga lygi að finna. Þeir eru lýtalausir. Þeir eru lýtalausir. Þeir hafa algjörlega náð að beita viljanum til að lifa algjörlega samkvæmt vilja Guðs. En það segir þarna, þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Lambið, það er Jesús. Þeir fylgja Jesú í einu og öllu. Til þess þarf að beita viljanum með hjálp Heilags Anda. Og þetta þarf að rætast áður en Kristur getur komið aftur. Þess vegna snýst þetta ekki bara okkur sjálf. Þetta snýst það að Kristur getur komið aftur til að sækja sitt fólk. Þangað til að við náum þessu munu englar Guðs halda aftur af vindum jarðarinnar og endurkoma Krists dregst á langinn. Kristur hefði geta verið búinn að koma aftur fyrir löngu, en það hefur ekki gerst því að fólk Guðs er ekki tilbúið. Fólk Guðs hefur ekki enn náð að beita mætti viljans til að fylgja lambinu hvert sem það fer. Þess vegna erum við ennþá hér. Þess vegna þarf þessi heimur enn að þola allar þessar hörmungar sem ganga á í þessum heimi. Sérðu hversu mikilvægt þetta er og sérðu hvers vegna þetta snýst ekki bara þig eða mig. Þetta snýst okkur öll. Það snýst það hvenær við getum farið heim inn í himinin. En við erum eins og Ísrael forðum. Þeir ráfuðu fram og aftur í 40 ár í eyðimörkinni. En veistu hvað það tekur í raun langan tíma að ganga þessa leið? Það tekur í raun aðeins 11 daga að ganga frá Egyptalandi til Kanan. 11 daga. Og þeir voru 40 ár á leiðinni. Og við furðum okkur á því að þetta tók þá allan þennan tíma. Hvers vegna tók það svo langan tíma? Vegna þess að þeir kvörtuðu og mögluðu og óhlýðnuðust Guði. Það er eina ástæðan. En hvað með okkur? Sumir halda því fram að Kristur hafi verið tilbúin að sækja okkur til sín árið 1888. En að við séum ennþá hér vegna þess að við erum ekkert betri en Ísrael í eyðimörkinni. Við höfum ekki lært að beita mætti viljans til að fylgja lambinu hvert sem það fer. Þess vegna erum við hér. Og englarnir halda aftur af vindunum og bíða eftir þess að þessi hópur verði tilbúin. Þessir 144.000. Hvar eru þeir? Hvers vegna eru þeir ekki hér? Getur verið að þeir séu í raun hér, en hafa ekki lært að beita mætti viljans eins og þeim ber að gera. Getur verið að þú sért einn af þeim? Hvers vegna ekki? Við lítum svo smáum augum á okkur sjálf því við sjáum ástand okkar. Okkur finnst við ekki vera þess verðug að vera hluti að henni 144.000. En við gleymum því að það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðar í okkur. En við þurfum að vilja það. Guð þröngar sér ekki upp á neinn því að hann er heiðursmaður. Hann virðir okkar val og okkar ákvarðanir og þröngar sér ekki upp á okkur. En hann stendur við dyrnar og bankar. Vilt þú hleypa honum inn? Vilt þú leyfa honum að móta þig eins og leirkerasmiðurinn mótar ker sín, þannig að þú getur orðið hluti af þessum hópi? Þú þarft að leyfa honum það. Þess vegna höfum við þessi fyrirheit. Og þegar við höfum náð þessu, þá getum við boðað skilaboðin af meiri krafti sem að finna í framhaldi af þessum texta í 14. kafla. Skilaboð englanna 3. Og það næsta sem gerist eftir það er uppskeran. Uppskeran er þegar Kristur kemur aftur til að sækja sitt fólk. Þannig að Guð blessi þig þegar þú æfir því í þessu að beita mætti viljans, vilja þíns, gjöf frá Guði sem gerir þér kleift að upplifa andlegan styrk. Takk fyrir.